Komið í sælarskurnar og gleðilega menninganótt. Já, við erum stödd hér á Arnarhóli í þessu líka dásamlega veðri og tilefnið stórtónleika Rásar 2 hér á hólnum, Tónaflóð, sem haldið að sjálfsögðu tilefnið þessari frábæru hátíð hér í Reykjavík. Við sendum þetta út að sjálfsögðu á Rás 2 sem og í Ríkissjónvarpinu og þetta í Háskerpu. Hvað sem það nú þýðir? Það þýðir bara bestu mögulegu myndgæði. Já, þess maður geta að þetta í fyrsta skipti sem við sendum svona beint út í svona góðu myndgæðum. Já, og það líka eins gott því það eru frábæri listamenn að fara að stíga hér á svið. Meðal annars Eivör Pálsdóttir, alla leið frá Færeyjum. Já, það verður gaman að sjá hana eins og alltaf. Já, og svo ætlar hann KK að koma með bandið sitt með sér, KK-bandið. Já, gömlu hundarnir og svo eru það unglingarnir í Retro Steffson, þeir stíga hér á svið líka. Já, ungstirnin verða að fá að vera með. Og svo það Jónas Sigurðsson og ritvélar framtíðarinnar sem klára þetta hjá okkur hér í kvöld. Gott að endurheimta Jónas aftur frá Borgarfirði Eystra, þar sem hann búinn að vera í allt sumar. Já, þetta svo sannarlega búið að vera sumarið hans. Algjörlega. En við ætlum líka að fá góða gesti hingað til okkar í spjall. Já, en það veitir ekki af þegar maður með svona fallegt sjónvarpsstúdíó hér. Við ætlum að fá borgarstjórinn í Reykjavík til okkar, Jón Gnarr, og Svanhildur Konráðsdóttir kemur hér líka. Svo ætlum við að tala við nokkra ólympíufara og svo aldrei að vita nefnir við náum að draga eitthvað að listamönnunum í annarkvort áður eða eftir að þeir stíga á svið hingað til okkar. Og svo ætlum við að rifja upp menninganætur fyrri ára því að þær hafa verið fjölmargar og flottar. Já, margar minningar þar. Já, ef þið komin í bæ, þá kýlið bara á það, komið með strætó og hér sannarlega veðrið og já, gott fólk og góða skapið hér á hólnum. Já, þetta eiginlega bara peysuveður en já, ég myndi koma með strætó. Er ekki frítt í strætó? Ég skilst það. Já, þannig að þetta bara glæsilegt. Já. En við ætlum að kynna bara á svið engan annan en Ólaf Páll Gunnarsson sem kynni kvöldsins. Take it away, Óli Palli. Jæja, dömur mínar og herrar hér á Arnarhóli. Velkomin á Tónaflóð Rásar 2 árið 2010 á menninganótt. Ég heit Ólafur Páll og fyrir hönd Rásar 2 býð ég ykkur sem eru hérna á Arnarhóli þetta sérstaklega velkomin en líka ykkur sem eru að hlusta hvar sem þið eruð og ykkur sem eru heima hjá ykkur að horfa á sjónvarpið í Háskerpu, meira segja. Við ætlum að hafa skemmtilegt hér í kvöld. Þetta náttúrulega alveg búið að vera frábær dagur. Aðstæður geta ekki orðið betri, sólin skín og hér fullt af fólki á Arnarhóli og við ætlum að bjóða hérna upp á 4 frábær tónlistaratriði í kvöld. Við fáum KK-band hérna seinni í kvöld, við fáum Retro Steffson og við fáum Jónas Sigurðsson og ritvélar framtíðarinnar. En fyrst á svið hér í kvöld drottningin af Færeyjum. Hún vaknaði heima hjá sér í Færeyjum í morgun, flaug hérna í hádeginu til Íslands og komin hingað, ætlar að vera með nokkra tónleika hérna á Íslandi núna næstu dögum, verður í Hörpu með útgáfutónleika 31. ágúst og hún búin að klára plötu sem kemur út núna á þriðjudaginn. Ég byggur að taka sérstaklega vel á mótinni, ég veit að þeir eru komin til að sjá hana, ykkur þykir vænt hana. Hún heitir Eivör Pálsdóttir, takkið vel á mótinni, gefum henni gott klapp og góða skemmtun í kvöld. Til hamingju með daginn, Ísland. Það ótrúlega magnað, mikil heiður fyrir mig að vera hérna með ykkur í dag. Og já, þið eru með sólina hérna. Það ekki eins og í Færeyjum. Alltaf rigning þarna.
brenner to meg. Nu brenner to meg. Nu brenner to meg. Nu brenner to meg. Og jeg satt fuga fram kjente mitt lilla hjärsta ångan fri. Tøyen glødhøyde i eld og brände meg. Aldri at du skal kyssa til. Nu brenner til meg. Nu brenner til meg. Nu brenner til meg. Brenner til meg. Takk fyrir. Mér langar að spila fyrir ykkur lag sem fjallar ást. Og þetta lag líka færisku, en vonandi skiljið eitthvað og misskiljið ekki of mikið. Og lagið heitir Ég veit. Kjemur til aftur, jeg veit. Min perla, min dyraste skattur, jeg veit. Som blommerna skulle vidt spretta, og i rusande vitløse detta, jeg veit, jeg veit. Elskar jeg min. Og så kommer så ifra til
som blommerna skulle vid fölna ta hjärtat vid att man kölna är vajt älskar jag mig som lättan ta dävulen vaknar är vajt och som kvirran tar käckvuren slappnar är vajt är känslan ta människotarast ta kärleken sorgliga sarast är vajt är vajt älskar jag mig älskar jag mig Tack för det. Ég samdi einu sinni lag sem fjallar litlu systur mínar heima í Færeyjum. Það samt svolítið stóra núna. En þegar ég samdi þetta lag þá var ég með rosalega heimþrá og var ekki búin að sjá þær í langan tíma. Og lagið heitir Elisabeth og Elenborg. Vi sölvbålen har hon synger och hon dansar frukt och fröjst om var hon spelar sig vid blommorna hon älskar verkligen lite som en förbussalg och drottning och i gräsen mot sidor Elisabeth Maria vi vuxenslaven ej hon manar väkrar många vi går och vi rej hon manar öppnar lidena som dävulen öja som en förbustjärnosön Elisabeth Maria la 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 la
sögur veit að sía og nú svefur litla Elenborg og Elisabeth Maria. Takk fyrir. Þetta næsta lag hérna, það heitir True Love, það er á ensku. Whatever is true is with me, my true lover is with me.
Takk kærlega fyrir. Eins og ég sagði, það heiður fyrir mig að fá að vera með ykkur hérna og bara til hamingju með daginn. Kæru bræður og systur. Ég ætla að spila síðasta lag og þetta lag sem ég samdi að meðan ég bjó á Íslandi. Ég bjó hérna í 4 ár og var alveg bara ástfangin að Reykjavík og það ennþá. Og þú veist, mér langar bara að þakka Íslandi fyrir að hafa tekið svo vel á mót mér hérna. Þetta mun alltaf vera annað heimili mitt hérna. Og þetta lag hérna heitir Tröllabúndinn. Tröllabúndinn galdra með úr festi mig Tröllabúndinn djupt og í mine sár og í mine sár og hjertan og loa brennande bar
gott klapp! Já, hún er ótrúleg, það er engin eins og drottningin af Færeyjum. Með útgáfutónleika hérna í Hörpu núna 30. og 1. ágúst, platan hennar kemur út, nýja platan á þriðjudaginn. Og ef að hjarta einhvers hefur stoppað í smá stund á hann, ekki þegar hún var hérna heldur þegar ég var hérna síðast, þegar ég sagði að það var árið 2010, þá er það ekki rétt, það er 2012, bara það sé alveg á hreinu. En hérna eftir smástund, meira tónarflóð, Retro Steffson eftir smástund. Já, það er gott að það er búið að leiðrétta þennan misskilning fyrir Ólafi Páli að það sé árið 2012. En það er mikið stemming hér, Eyvar Pálsson til að ljúka sér af og fullt af fólki þar eins og Arnar Húll taki endalaust við. Já, það er svona ljúf stemning og fólk er bara sest hérna niður, þvílíkur snillingur sem þessi stúlka er. Já, þetta er margföld gæsahúð. En við erum komið með góða gesti. Já, þau eru hér. Svanhildur Konráðsdóttir og Jón Gnarr, borgarstjóri. Verið velkomin og gleðilega hátíð. Já, takk sem leiðis. Takk fyrir það, takk sem leiðis. Herru, nú upplýði ég svona stemmingun í dag að það voru allir svo vingjarnlegir og svona þjóðhátíð má kannski bara fara að passa sig. Hvernig upplýðið þú þetta, Jón? Já, ég fannst þetta alveg bara með einstaklega vel hefnað og fólk alveg einstaklega gott og glatt og það er kannski líka bara veðrið, sko. Það hjálpa töluvert til. Það hjálpa mjög mikið til. En ég heyri að þú ert orðinn háselskan. Hvað þarf borgarstjóri að gera á svona degi? Hvað þarf hann ekki að gera? Hann byrjar. Já, farðu með okkur í gegnum þetta, bara alveg. Þú ert að skjóta byssu til dæmis í dag. Já, ég byrjaði daginn á því að afhenda hús. Síðan fór ég á skauta byssu. Síðan hélt ég einar 5-6 ógleymanlega ræður. Og var gerður mjög góður rómur af þeim. Og ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvaða ræður það voru, en þar voru allar hver annari betri. Ég get loftað þetta, þær voru ógleymanlegar. Það er greinilega mikið að gera, en Jón, hefur þið tekið áður þátt í áður en þú varst borgarstjóri? Tókstu þá þátt í menningarnótt? Bara sem borgari. Þá leyfði ég mér að ráfa, fara í bæinn og ráfa með fjölskylduna, en ég leyfði mér það ekki lengur. Nú er ég með bara fyrirfram skipulaða dagskrá. Við vorum svo stressuð og myndir ekki komast hingað því að við sáum með þig og Jóhann hérna ráfa hérna í áttinni til okkar. Já. Vorum að rifja upp gamalt rjáð. En Svanhildur, þú þekkir nú menningarnótt frá byrjun. Hvenær byrjaði þetta? Hvað er þetta búið að standa lengi þessi? Hvað höfum við verið að halda menningarnótt oft? Þetta er í 17. sinn, þannig að hann er komin svolítil reynsla á þetta. Það er reyndar, við byrjum að halda hana höfuðborgarstofa sem sagt 2003. Já. Þannig við það er líka svona fyrir að slípast vel til, en þetta er langur tími og menningarnótt komin á unglingsaldinu. Þú sagðir að hún væri komin með bílpróf, nei það segir hún gæti tekið bílpróf, en þú vonast til hún gerði það ekki. Þannig við erum eiginlega að sögum sjálf með það, en þetta er alltaf jafn yndislegt og bara frábært. En það er nú einhverja minningar sem standaði upp úr frekar en aðrar eftir öll þessi ár. Er eitthvað svona sem að þú manst eftir? Já, við vorum að tala um það áðan, menningarnótt er til að skapa minningar. Já, sko það er einn sem að öllu öðru ólöstuðu sem að er algjörlega ógleymanleg og voru tímamót, ekki bara fyrir mig, heldur fyrir ég held 90.000 aðra Reykvíkinga, Íslendinga og það var þegar við heldum í fyrsta sinn stórtónleika hérna. Það var á miðbakkanum og þegar Bubbi lauk þessu með Fjöllin hafa vakað og ég held að við aldrei fleiri Íslendingar komið saman á eitt stað. Þetta var í fyrsta sinn sem við upplifðum svona þennan massa og þessa samkennd. Þetta er eitthvað sem ég allavega gleymi aldrei, það var stórkostlegt. En munið einhvern tímann eftir svona góðu veðri? Það hefur verið ansi gott veður áður. Ég held eins og Jón sagði, sko, það er líka sól í sinni í dag sem er svolítið einstök. Það er ekki bara þetta yndislega veður, heldur bara er stemningin svo góð. Já, þetta helst í hendur, veðrið og fólki. Já. En Jón, það er ekki hægt að hleypa þér hérna í burtu. Síðustu helgi þá varstu hérna með grímu í Gay Pride og út af Pussy Riot. Nú búið að dæma þær í fangelsi. Hvernig líður þér með þennan dóm? Mér finnst þessi dómur bara ömurlegur og lýsi algjöru frati á hann. Og ég harma líka ákvörðun borgaryfirvalda í Moskvu að setja 100 ára bann á Gay Pride-göngur. Mér finnst þetta bara kjánalegt. Já.
sérstaklega í ljósi þess að við höfum svo skemmtilegar hátíðir hér í borginni okkar og við vitum hvað þetta getur verið skemmtilegt. Nákvæmlega. Við segjum bara til hamingju með daginn. Já, takk Sem sömuleiðis. að fara að gefa boltan aftur yfir á stóra sviði þar sem Ólafur Páll er. Bara þakka fyrir. Ánægilegt spjall. Takk. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð. Tilbúin fyrir meiri músík. Þau eru komin hérna frá Frankfurt, spiluðu á festivali í Frankfurt í gærkvöldi, borðuðu morgunmat í Frankfurt, flugu svo hérna heim í hádeginu og þau eru komin, þau hafa leyft okkur að heyra 2 smelli af væntanlegri plötu, 3. plötunni sinni sem kemur út núna í haust. Þau heita, og takkið vel á móti þeim, gefið þeim gott klapp, Retro Stefson! Halló, getið þið rétt upp hönd? Við erum Retro Stefson. Okkur finnst mjög skemmtilegt að vera hér og ég vona að ykkur finnst það sama. Ég ætla að biðja ykkur að standa upp á hólnum. Það miklu skemmtilegra að standa upp og svo allir að hlaupa niður á síðan að hlaupa. Þau hljóta að smakka það sem ekki má. Vínrauða pælurnar, bræðgóða fuglegjara og hól, dregur fyrir sól. Æskan og leifir sér, lirfingar í nóvember, jó. Lappar, koffin, dutt og skall. Fingan er gleðileg því skólinn er lokaður bann. Á enn boðar engin bönn, gjafinn að koma saman. Jólaöl og jólamat, velvakanda svei. Velvakanda svei. Getur gætið sungið með velvakanda svei. Ok, í næsta viðlagi þá eigið þið bara að syngja, bara Arnarhólskórinn. Og þeir eru syngjið velvakanda svei, þá verður að gera svona á sama tíma. Eru þið tilbúin? Eru þið tilbúin? Ok, við skulum öskra í staðinn. Og ennþá hægra! Ég ekkert í ykkur! Og nú ætlum ég að kenna ykkur mjög einfalt dansspor. Ég vil að allir lyfti upp höndunum. Og líka þeir sem sitja í brekkunni.
ætla að biðja alla sem eru með mjög sítt hár og mjög stutt hár að hreyfa hárið. Takk hella. Eru þið tilbúin í smá diskokemstu? Nei! Eru þið ekki öll tilbúin í diskokemstu? Það kynna sig diskokennarann úr Mosfellsbæ. Haraldur Ari Stefánsson. Já. Mér langar að biðja þá sem sem sitja þarna í hlíðinni að reisa sig upp á hnén svo ég sjá þið betur. Þá fæ ég meiri hlýju frá þeim. Fyrsta sporið svona. Ég veit ekki hvort þið skiljið þetta en þegar allir að vera með. Það mjög flottar í sjónvarpinu. Spor nummer 2. Þriðja sporið frá Akureyri. Það svona. Þá komið að tvíþættasporinu. Við ætlum að hoppa og hlaupa á sama tíma. Takk fyrir. Og svo ætlum ég að biðja ykkur að kenna mér hvernig að vera sexy á menningarnótt. Enginn sexy á menningarnótt? Ekki allir sexy? Ok, þið fá annan séns í miðjulagið til að vera sexy. Ok? Við þurfum að gera svona aðeins betur. Ok, slökkum ljósin. Ég held að við erum að prófa þetta aftur. Höfum mjög hátt í píanóinu. Eru þið tilbúin? Ég vil sjá allar hendurnar upp í loft! Þetta lúkar mjög vel. Og syngja! Miklu hærra!
þá sem í hlýðinni. Ég ætla að biðja ykkur alla að setjast niður. Ég ætla að biðja ykkur öllum að setjast niður. Þetta er eins og í kirkjunni, það allir fá sér sæti. Og við förum úr kirkjunni inn á fótboltaleik. Eru þið tilbúin? Fá okkur sæti. Allir að setjast niður. Fá okkur sæti, jú. Og það bannað að meiða sig. Það allt í lagi. Það ekkert mál. Ok, við erum mætt hérna, við erum komin á Valur KR. Eru þið tilbúin? Þá erum við að fagna eins og við séum á fótboltaleik. Má ég heyra? Þið eru að gleyma að syngja. Ok, þið verður aðskilja miklu að heyra. Svo kem ég á skora og þá fögnum við mjög mikið. En fyrst öskrum við mjög mikið. Aðeins meira! Og nú ætlum við öll að hoppa! 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 Pappa Paolo del Sol. Look you I ain't no sense. Papá Paolo del Sol. Look you I ain't no say. My boy. Okay. All the way from 101 Reykjavík, Mosfellsbæ, I present to you Shea Ludo. Ég eins og Pluto, gerir svala hluti, stillast undir Ludo. Þekk ég þetta fyrir sæturnar á þessu landi. Ég helviti heitur fjandi. Á að gera mér að ná, Pluto fer aldrei. Bakið lás og stá. Bakið lás og stá. Framåt till punkt. Takk fyrir mótinu. She's gonna have it. Nobody ever seen that light. 19, she's gonna have it all. She's gonna have it all. She's gonna have it. Okay, í næsta viðlagi langar mig að sjá alla hoppa 4 sinnum til hægri og 4 sinnum til vinstri. Eru þið tilbúin að hoppa? Eru þið tilbúin? 1, 2, 1, 2, 3, go! Call me when they ask cold outside. That's what she said, what she says when she means it. Call me, oh, when you know right. That's what she said, what he says when he means it. Now the night light is green. Try my best to not be seen. My eyes are closed already tonight. Imagine it's to my time. She's gonna have it. She's gonna have it. She's gonna have it all. She's gonna have it all. She's gonna have it. 19 and never
it. She's gonna have it all. She's gonna have it. She's gonna have it. She's gonna have it. She's gonna have it all. She's gonna have it. Call me when it gets cold outside. That's what she said when she said when she did. Call me when you know I'm right. That's what he said when he said when he did. Call me when it gets cold outside. That's what she said when she said when she did. Call me when you know I'm right. That's what he said when he said when he did. Takk fyrir, þetta var nýtt lag. Og næsta lag líka nýtt lag. Við þurfum smá klapp frá okkur. Satisfaction, and if I die in the climate of joy, my saving God takes no action. Takk fyrir. Þetta lag getið þið heyrt á netinu. En nú er komið að rómantísku lagi. Þeir sem að kunni texta þið með endilega að syngja með. Þetta er senasta lagi á okkar og svo skulum við kannski gefa Eivur gott klapp. Ef við ekki að gefa Eivur gott klapp. Við vorum að horfa á þetta líka í sjónvarpinu fyrir aftan, þá var það enn bakgrunn. Svo er KK eftir okkur. Ok, takk fyrir okkur.
Just imagine we could stay till noon in the middle of June, and we'd have some servants, they tend to sing for you. Oh, 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 oh. We can walk our thoughts together. You know I don't like pets, don't bother. Your tattoo off the catching fella is part of your imagination. We can walk our thoughts together. You know I don't like pets, don't bother. Your tattoo off the catching fella is part of your imagination. Þið tilbúin í meira hopp? Þið tilbúin í meira hopp? Nú vil ég allir í brekkunni standa upp. Okay, hey, five, 3, go! Queen Star, my vinda dreyma, Gloria, Victoria Falls. 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 Oh, 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 oh. Ég verði öskri. Aðeins herra. We can walk our thoughts together. You know I don't like pets, don't bother. Your tattoo off the catching fella is part of your imagination. We can walk our thoughts together. You know I don't like pets, don't bother. Your tattoo off the catching fella is part of your imagination. Á bassagítar, Logi Petró Stefánsson. Bróður hans bjó einu sinni með honum á Grettisgötunni. Hann fluttur út. Hann kallaður Fugmeister. Unnsteinn Manuel Stefánsson. Gjöfum gott lag. Hérna alveg einu megin í blárri peysu er teknó-gítarleikarinn Þórður Jörundsson. Þið megið ekki stoppa, þið verðið alltaf áfram að dansa. Við hendina. Á synthesizer höfum við librasta synthleikara Evrópu. Hún úr Þingoltunum og heitir Þorbjörg Róts Gunnarsdóttir. Mér að hægri hönd er hásmeistarinn. Bíða aðeins, ég vil að þið lyftið upp höndunum. Er hásmeistarinn Jón Ingvi Sælisson.
Næstan á svið kynni ég Unnstein Manuel Stefánsson til að kynna mig. Alla leið frá Njálsgötu gegnum Mosfellsbæ. Hann spilar á tambúrinu. Og hann spilar á kúabjötu. Og aðalega spilar hann á ykkur. Já! Haraldur Ari Stefánsson! Síðastur en ekki sístur. Maðurinn sem kendi mér að hrista tambúrínuna og slá í takt. Lúðrasveitamenntaður úr Vesturbænum. Gylfi Fríland Sigurðsson. Næst á svið býð ég ykkur og það eina sem þið þurfa að gera er að hoppa í sáttúðikinn. Sjáumst á Factory hjá okkur voru. Já, þetta var Retro Stefson, það er aldrei leiðilegt þar sem þau eru, gefa þeim gott klapp. Og mér heyrðist segja að þau eru á Factory á eftir. Með það sem komast ákvæðan. Við fáum KK-band hérna eftir smástund. Já, sannarlega KK-bandið hér eftir smástund, en þetta er dásamlegt hérna og fólksfjöldin ótrúlegur. Þetta er ekki búið, Við erum komið með góða gesti. Já, leiðaðu hérna inn. Ævar Pálsdóttir og Jónas Sigurðsson, verið velkomin og gleðilega hátíð. Takk sömuleiðis. Hvernig líður þér eftir þetta dásamlegu framkomi hér áðan, Ævar? Takk fyrir það. Mér líður bara vel, mér fannst það yndislegt að fá að spila hérna og flott krát og frábært veður, þannig að já, það var bara mjög gaman. Við svona sjáum þig svona við og við. Hvað er að frétta þér? Hvað ertu búin að ala mannin undanfarið? Ég er búin að vera í Færeyjum núna undanfarið. Ég var einmitt að gifta mig og svo er ég búin að vera í Danmörku og núna er ég að var að klára plötuna mína líka og ég er að fara á tónleikaferðalag hérna landið. Þannig að það er alltaf nóg að gera hjá þér? Já, já. Til hamingju með giftinguna og dásamlegt að fá þig hérna til okkar. Takk. Jónas, ert þú ekkert orðinn spenntur? Við sjáum alla þennan mannfjölda hérna.
mannhafið, verða þetta stærstu tónleikar? Hvað ímyndaðu þér? Maður stóð hérna upp á hann og bara wow, hvað að fara að gerast? Já, heldur þetta mesti mannfjöldi sem þú Ég held að alveg örugglega, ég held að alveg örugglega. Þetta rosalegt. En þetta búið að vera þrusu sumar hjá þér? Já, alveg frábært. Og þetta búið að vera marathon tónleikaferðalag? Já, það var bara hverju tónleikarnir ekki aðra, sérstaklega Borgarfirði. Já, og svo ertu með, ég hef heyrt í fleygt fram að þú verður með eitthvað óvænt atriði hér í kvöld. Já, ég hef með mjög skemmtilegan óvæntan gest sem ég kannski sagt ykkur frá. Sagt ykkur frá óvæntan gestinum. En það er kór sem var til í tónleikamarathoninu á Borgarfirði, kvennakór sem ég fekk til að koma með. Þannig að þær eru komnar hérna í bæinn og ætla að syngja með í hluta af lögunum hjá okkur. Já, þannig að þetta verður glæsilegt. Borgfiski, kalla þetta Borgfiska englakórin. Við getum ekki beðið eftir þessu, en við ætlum aðeins núna að kíkja á stemninguna eins og hún hefur verið hér áður á Menningarnótt. Sitting here with you, until my worries must away. Say you're around, every day gets way better. When you're around, every day gets way better. When you're around, every day gets way better. You're around. Lyftan var biluð, húsvörðurinn kallaði mig svín. Sagðist hata alla poppara, ég hélt að væri að gera grín. Ég hló, þú horfir á, augun þín svarta frá. Ég teygði mig inn í tómið, leyndan á. Yes, I know the way she is looking at me, like I was a fruit hanging in her tree. On the way she moves her hip, and the way she wets her lip. Yes, I love the way that woman is looking at me, 'cause I'm singing, swinging, singing. So hey, come on, so singing. I'm singing, swinging, singing. Hey, a minute, come on. Come on, so I'm singing. Svona var stemmingin á Menningarnótt 2011 og þetta þarf Jónas sig að toppa á eftir. Þetta er aldrei pressa. Það er engin pressa, en ég meina hann var að gera það. Múkisson var rosalur. En nú er Óli Palli byrjaður að tala, þannig að mér skilst að KK-bandi sé að stíga á svið. Þannig að við skulum gefa bolta bara niður til. Þessi hérna með gítarinn, hann kom eins og stormsveipur inn í íslenskt tónlistarlíf fyrir rétt rúmum 20 árum síðan. Hann er elskaður og dáður, einn vinsalasti útvarpsmaður þjóðarinnar líka, einn vinsalasti tónlistarmaðurinn, svo er hann Trillukall. Og þeir ætla að spila hérna fyrir okkur einhver skemmtileg lög.
Ég ætla að biðja ykkur að taka vel á mótið þeim. Þeir gefa ekki oft færi á sér þessi kallar. KK band, gefa þeim gott klapp. I've been true to you, baby. I've been true to you, baby. I've been waiting all night long for the night to for the likes of you. I've been true, so true, so true. You've been cruel to me, baby. Cruel to me, baby. You've been cruel to me, baby. Cruel to me, baby. I've been waiting all night long for the night to be. For the likes of you, I've been true, so true, so true. You've been bad, pretty baby. Bad to me, baby. You've been so bad.